Í dag þriðji dagur alþjóðlegrar bænaviku fyrir einingu innan kristninnar. Efni vikunar fengið úr fyrsta kafla spátansbókar Jesaja og hefur að yfirskrift Lærið gott að gjöra, leitið þess sem rétt er. Efni dagsins í dag fengið úr sjötta kafla spátansbókar Míka, 8. versi. Og inntækið þetta að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hógværð. Í tengslu við þetta munum við lesa versin úr Míka í samhengi. Það kafli 6, vers 6-8 og frá Markúsar Guðspjalli 10. kafla, versin 17-31. Við sem lesum Steinunn Theodórsdóttir og Erik Guðmundsson. Og við heilsum ykkur í Jesú nafni. Þetta ritningarlestrarnir. Þeir Míka 6, 6-8. Hvað á ég að koma með fram fyrir Drottinn? Fram fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir? Með veturgamla kálfa? Hefur Drottinn þóknun á 1000 hrúta og 20.000 lækja af ólífuolíu? Á ég að fórna frumburði mínum fyrir synd mína, ávexti kviðar míns fyrir misgjörðir mínar? Maður, þér hefur verið sagt hvað gott og hvers Drottinn væntir af þér. Þess eins að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hógværð. Ég les úr Markúsar Guðspjalli 10. kafla, 17-31. vers. Þegar Jesú var að leggja á stað, kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann: Hví kallar þú mig góðan? Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum: Meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann: Eins þér vant. Far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þá leit Jesú í kring og sagði við lærisveina sína: Hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðsríki? Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú, en hann sagði aftur við þá: Börn, hve torvelt það að komast inn í Guðs ríki? Auðveldara úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini lostnir og sögðu sín á milli: Hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þess, en Guði ekkert megn. Þá sagði Pétur við hann: Við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jesús sagði: Sannarlega segi ég ykkur að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðarerindisins, án þess að hann fái 100-falt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. En margir hinir fyrstu munu verða síðastir og hinir síðust fyrstir. Íhugun. Við, ekki ég. Spámaðurinn minnir fólk á hvað trúfesti við sáttmála Guðs merkir að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hógværð. Á biblíulegri hebresku hugtökin réttlæti og kærleikur ekki andheiti. Þau í raun tengd saman
í einu orði, misfatt. Guð hefur sýnt okkur hvað gott og biður okkur að gera það sem rétt með því að sýna kærleika og ganga með Guði í hógværð. Það merkir að ganga með öðrum, þjóna öðrum, ekki sjálfum sér. Kærleikurinn sem Guð býður okkur til alltaf kærleikur sem kallar okkur til samfélags. Við, ekki ég. Sá skilningur breytir öllu hvað varðar að gera rétt. Sem kristið fólk gerum við rétt með því að leitast við að sýna brot af ríki Guðs í heiminum og bjóða öðrum að ganga með okkur í kærleika Guðs. Í ríki Guðs erum við öll elskuð, jafnt sem Guðs börn og sem kirkja Guðs erum við kölluð til að elska hvert annað eins og systkini og bjóða öðrum inn í þann kærleika. Að gera rétt, ástunda kærleika og þjóna Guði í hógværð ákall til okkar kristins fólks. Að vinna saman að því að bera Guðs ríki sameiginlegt vitni í samfélögum okkar. Við, ekki ég. Eining kristninnar. Að þjóna í hógværð var mikil áskorun fyrir ríkamanninn sem spurði Jesú hvað hann ætti að gera til þess að öðlast eilíft líf. Hann hafði fylgt boðorðunum frá æsku en megnaði ekki að fara skrefinu lengra og fylgja Jesú vegna eigna sinna. Hann var fangi auðafa sinna. Hversu erfitt það fyrir okkur kristið fólk að sleppa tökunum á því sem við sjáum sem auðæfi en í raun það sem hindrar okkur í að eignast raunveruleg verðmæti með lærisveinum Jesú í einingu kristninnar. Nú smá áskorun til þín. Hvernig geta kirkjurnar okkar betur svarað neyð þeirra sem eru viðkvæmust fyrir? Hvernig getum við sýnt hverri rödd samfélag okkar virðingu? Biðjum. Náðugi og elsku ríki Guð, við biðjum þig að gefa okkur víðari sýn þannig að við mættum koma auga á það erindi sem við eigum sameiginlegt með öllum kristnum systkinum okkar. Að sýna í verki réttlæti og kærleika ríkis þíns. Hjálpa okkur að taka vel á móti þeim sem til okkar leita eins og sonur þinn tekur á móti okkur. Hjálpa okkur að sýna meira örlæti í vitnisburði okkar þá náð sem þú gefur. Við biðjum í Jesú nafni. Amen.